Þá komum við að þriðja liða dagskrá. Það í skugga valdsins, MeToo og til máls tekur bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það var ótrúlegt á sínum tíma að upplifa og sjá þá samstöðu sem myndaðist meðal kvenna með MeToo-byltingunni. Hver starfstéttin og fætur annari stóð upp og sagði frá sinni reynslu, meðal annars konur í stjórnmálum. Ég vil byrja á því að þakka þeim konum sem riðu á vaðið með þessa byltingu og þakka þeim konum sem komu fram með sína sögur með því að leggja þetta á borðið en nefnilega komin vettvangur til þess að bregðast við. Við konurnar í bæjarstjórn á síðasta kjörtímabili ákváðum eftir að hafa hist ásamt forverum okkar að við þyrftum að bregðast við á einhvern hátt og leita leiða til þess að sporna við þáttum eins og kynferðislegri áreitni, niðurlægjandi athugasemdum, andlegu ofbeldi, þöggun, misnotkun valds, hunsun og því að hugmyndum væri stólið og þær eignaðar öðrum. En þetta eru allt dæmi sem stjórnmálakonur hér fyrir norðan höfðu á einhverjum tímapunkti upplifa í störfum sínum. Það var úr að bæjarstjórn ákvað að myndaður yrði starfshópur til þess að fara í þessa vinnu og erum við hér komin í dag til þess að fara yfir þá vinnu og gera grein fyrir henni. Það vert að taka fram á meðan þessari vinnu stóð kom upp þó nokkuð mál hér á Íslandi í pólitísku umhverfi studdu við þörf þess að fara einmitt í svona vinnu. Án þess að ég fari út í þau mál neitt frekar eða tilgreinu þau nánar. Verkið varð viða meira en við ætluðum okkur í upphafi en bæjarstjórn bætti nokkur verkefnum á hópinn svona á vegferðinni. En það sem við lögðum upp með í okkar vinnu var að gera starfsumhverfi pólitískra fulltrúa meira aðlaðandi, að skapa meira traust á stjórnmálum og búa til farveg komi upp atvik. Starfshópurinn taldi mikilvægt í vegferð þessari að sjónarmið allra bæjarfulltrúa kæmu fram og hélt því starfshópurinn 2 vinnufundi með bæjar- og varabæjarfulltrúum og erum við afar ánægð með það framlag sem kom á þeim fundum og vil ég þakka fyrir það. Það var úr að hópurinn lagði fram 10 verkefni, flest þeirra kláraði hópurinn sjálfur, en nokkur þurfa frekari vinnslu við. Í fyrsta lagi höfum við lagt fram að siðareglur kjörinna fulltrúa verði endurskoðaðar í heild sinni og lögð væri áhersla á að skýrt væri að þær tækju til kynbundinnar og kynferðislegar áreitni og ofbeldis. Hópurinn hefur sett drög fram með þó nokkur breytingum á þeim siðareglum sem fyrir voru, sem liggja hér til samþykkta fyrir bæjarstjórn í dag. Annað verkefni sem við leggjum til að verði farið í og meira sér lagt hér fram í dag samskiptasáttmáli. En í okkar vinnu þá hittum við reyndar fyrrverandi starfshópurinn sem var að vinna þessu verkefni, hittum Sigurð Kristinsson, formann siðanefndarsambandsins, sem kom með þessa hugmynd. Okkur fannst hugmyndi góð og það má alveg sjá að fyrirtækjum og stofnunum fer fjölgandi sem að setja fram svona sáttmála. Þannig að þetta ekkert nýtt og við erum ekkert að finna upp á þessu en þetta kannski nýtt í pólitík. Nú hlæja hugsanlega sumir og einhverjir segja að þetta sé bara hvort að það ég fara að breyta þessu einhverja halleluja samkomu og þurfa pólitíkur svo virkilega að fara að setja niður og blaða hvernig þeir ætla að haga sínum samskiptum. En ég bara blæs á svona ummæli því að ég held einmitt að þau atvik sem hafa komið upp undanfarin ár bara sýni þörfina fyrir þetta. Ég hef nú reyndar taka fram að samskiptin á þessu kjörtímabili milli okkar bæjarfulltrúa hafa verið mjög góð, þannig að það er ekki þess vegna sem við erum að setja þessu fram að það séu samskiptahætti í okkur akkurat núna sem að leiði til þess, en það sem ég taldi upp hér áðan bendir til þess að það sé þörf á þessu, þannig að við erum að gera þetta fyrir okkar systur sem voru hér áður og líka fyrir þær sem koma á eftir.
En ég vil taka það fram með svona samskiptasáttmála ekki verið að nýta undir meðvirkni og þó við séum að starfa í pólitík þá sé hægt að gera það með virðingu og kurteisi að leiðarljósi og huga því að leiðin til árangur sé með því að fara í málefnin en ekki í mannin. En þriðja verkefni sem starfshópurinn leggur til að starfshópurinn að bæjarfulltrúar og varabæjarfulltrúar fylli út hagsmunaskráningu sem verði opin almenningi. Þetta teljum við vera mikilvægan þátt í gegnsæi og því að skapa trú og traust á stjórnmálamönnum. Þetta yrði bara ábyrgð hvers og eins að fylla út þessa skráningu og val hvers og eins, en hópurinn búinn að útbúa leiðbeiningar og hagsmunaskráningarform sem hann leggur til samþykktar hér í dag. Fjórða verkefni var að skipulagið verði móttaka fyrir nýkjörna fulltrúa og gera tékklisti þess efnis. Þetta verkefni í vinnslu hjá stjórnsýslusviði og ég held við höfum strax séð mikla þörf bara strax á þessu kjörtímabili þegar bæjarstjórnarfundur var hér mjög fljótlega eftir að kosningar voru og bæjarfulltrúar fyrsta verkefnið var að mæta bæjarstjórnarfund án þess að vera búin að fá neinar upplýsingar hvernig starfshættir á bæjarstjórnarfundum væri, hvaða reglur gilda. Þannig að ég held að það hafi sýnt sig á þessu kjörtímabili að þessa þörf. Og líka bara, ég tel mikilvægt og hópurinn tel mikilvægt að pólitíski fulltrúar séu ekki að eyða tímanum sínum að koma sér inn í kerfið, heldur að eyða tímanum í að koma sér inn í málefnin og vinna verkin. En fimmta verkefni var að fræðsla fyrir kjörna fulltrúa verði skipulögð jafnt og þétt yfir kjörtímabilið og haldið verði nýlega námskeið fyrir bæjarfulltrúa og nefndarfólk og þar skuli sérstaklega tekið á kynbundinu og kynferðislegri áreitni og eins verði lögð áhersla á fundarstjórn og unnið þá með sérstaklega stuðning við formenn nefnda. Eina af ástæðunum hvernig samskiptum háttað á fundum, en svo þetta líka hefur maður bara af reynslu sinni að vera í bæjarstjórn núna á öðru kjörtímabili að við bara þurfum á þessu að halda líka varðandi tímastjórnun og líka bara það að allir fá að njóta sín og allir fá að koma af stað og gera fundinu mun skilvirkari heldur en þeir oft verða. Þannig að það fleiri ástæður heldur en bara út frá MeToo að við leggjum þetta til. Eitt af því sem að bæjarstjórn lagði fyrir hópinn var að búa til verkferla, koma upp kynferðislega áreitni eða ofbeldi, en eftir umræður í starfshópi og vinnufundum okkar og vegna mála sem hafa komið upp meðan við vorum að vinna þessa vinnu, leggur hópurinn til 5 verkferla tengjast pólitísku starfi. Fyrsta lagi það óviðandi framkoma pólitísk fulltrúa og það verkferli ef að pólitísku fulltrúi verður uppvísa áreiti og þar undir kynferðislegt ofbeldi einnig. Ef að starfsmaður virðir ekki ábyrgðarmörk, ef pólitísku fulltrúi virðir ekki ábyrgðarmörk og ef kjörinn fulltrúi sinnir ekki skyldum sínum. Í þessum ferlum lögð áhersla að komi fram hvert skuli leita komi þessi atviku upp og líka hvert hlutverk þeirra sem þá leita til og síðan myndaði ferill að niðurstöðu máls. Einnig leggur hópurinn mikla áherslu að allt sé skrásett þannig að upplýsinga sé hægt að leita aftur í tíman þannig að það verði gögn málunum til stuðnings og gögnin verði varðveitt samt sem trúnaðarmál þannig að þau séu ekki aðgengileg öllum. 7. verkefnið að kjörnum fulltrúi verði kleift að leita til fólks í gegnum Akureyrarbæ, sem sagt sálfræðings eða annara, komi upp alvarleg atvik sem kalla á þá þörf. Við vorum með eitt verkefni hér sem gengur út að skoða verði hvort að kosnir verði trúnaðarmenn meðal kjörna fulltrúa. Hópurinn hefur lagt til að það verði beðið með þetta verkefni að sinni og sjá hvernig hinir þættirnir munu ganga og hvort að þau uppfylli allt til þess að gera umhverfið betra. En
við líka sjáum þetta verkefni svona þá fyrir sér í stærra samhengi ef af verður, að þetta yrði þá hugsanlega verkefni sem yrði unnið með sambandi íslenskra sveitafélaga og þetta verði þá gert á landsvísu sveitafélög, fleiri sveitafélög heldur en við séu þá að kjósa sér trúnaðarmenn, því að ef maður er komið trúnaðarmannakerfi þá fylgir því líka að það þarf að fræða þessa trúnaðarmenn, þessi trúnaðarmenn þurfa að þekkja hlutverk sín og þau þurfa að hafa eitthvað bakland og meðan allavega staðinu svo að við erum eina sveitafélagi hugsanlega að skoða akkurat að þessu stöddu, teljum við bara aðeins að bíða með þetta og sjá til. En 9. verkefni að áskorun verði send til sambands íslenskra sveitafélaga að síðanefnd sambandsins endurskoði leiðbeiningum gerð siðareglna og taki þar inn þætti snúa MeToo, eins að leiðbeiningar verði gerðar komið þess konar atviku upp hjá kjörnum fulltrúum sveitafélagana. Þess skal samt geti í samskiptum við Sigurð Kristinsson, formann síðanefndar sambandsins, að þá hefur hans persónulega tekið vel í þessar ábendingar og ég hef svona heyrt utan að þetta sé allan að koma í skoðun hjá sambandinu, þannig við erum bara spennt að sjá hvað verður. En okkur var nefnilega uppálagt í upphafi að vera vinna þetta með sambandinu, en á sínum tíma var sambandið ekki tilbúið að fara þessa vinnu og við ákváðum að það var ekki tilefni til þess að bíða, þannig við ákváðum bara að fara af stað. Að síðustu var verkefni, það var að áskorunin yrði komið til sambandsins að fjalla yrði sérstaklega MeToo og sveitarstjórnarstiginu og landsþingum sambandsins. Það hefur verið nú þegar einu sinni gert og við teljum bara þörf á því að það verði gert áfram því að MeToo umræðin er ekki eitthvað sem að maður bara ræðir einu sinni og lokar og leggur í skúffu, þetta er umræða sem við þurfum að viðhalda. En starfshópurinn telur sínu hlutverki lokið með skilum og ofangreindu nema bæjarstjórn óski annars og við bara vonum að þessi vinna nýtist sem best og verkefnunum verði fylgt áfram eftir og þeim sinnt af kostgefni. En að lokum bara vil ég þakka þeim Andra Teitsinni og Margréti Höllu fyrir frábært samstarf á síðastliðnu ári í þessu verkefni og eins vil ég þakka Ingunni Helgu Bjarnadóttur sem kom aðeins að þessari vinnu með okkur. Takk. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara koma hérna upp og fagna því að þessari vinnu sé lokið og við séum komið þá afur sem við erum að vonandi að fara að afgreiða með jákvæðum hætti hér í dag og ég vil líka þakka bæjarfulltrúa Evu Hrund fyrir hennar frumkvæði í þessu máli og hennar vinnu og hún hefur held ég öllum öðrum ólöstuðum dregið dálítið vagnin í þessu og á bara mikla þakkir skildar fyrir það að mínu mati. Ég legg svo bara áherslu á það að það er mikilvægt að samþykkja siðareglur og hafa þær eins skýrar eins og mögulegt er. Ég held að það sé mikill kostur að hafa svona samskiptasáttmála, þetta er gjarnan gert í stofnunum, fyrirtækjum, bara til þess að brýna fólk hvað varðar það hvers konar samskipti við viljum hafa, hvernig við viljum að ímyndin af okkar samskiptum séu og þetta bara skiptir mjög miklu máli. En það er ekki nóg, eins og bæjarfulltrúi Eva Hrund kom inn á áðan, að samþykkja þetta núna og svo bara fyrir þetta í einhverja skúffu eða möppu. Við þurfum að taka þetta upp að mínum mati bara einu sinni á ári hér í bæjarstjórn og ræða þetta. Hvernig hefur gengið? Erum við sáttið þetta? Viljum við gera á þessu breytingar? Eða hvað viljum við gera? Bara til þess að halda okkur á tánum hvað varðar það hvers konar samskipti við teljum eðlilega og viljum stunda hér í þessum sal og utan hans líka. Þannig að þetta, eins og ég segi, er bara fagnaðarefni og ég mun að sjálfsögðu greiða atkvæði þessu öllu saman. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil koma hérna upp sérstaklega og þakka auðvitað bæjarfulltrúa Evu Hrund sem ég veit að hefur lagt mikla vinnu og mikla elju í þetta verkefni og auðvitað öllum öðrum sem að því koma, Höllu Margréti og Andra og bara öllum líka forverum. Því þegar ég kem inn í bæjarstjórn þá er þetta verkefni farið af stað og
þegar að MeToo-byltingin svona hófst og maður satt og upplifði það sem var að gerast sem kannski kona, ekki síst, að þá hugsaði maður sko, það kemur þessi bylgja, það kemur þessi óánægja, það kemur þessi sorg og það kemur þetta ákall breytingar og maður hefur svo oft upplifað að sitja einhvers staðar og það kemur eitthvað sem að verður síðan að bylgju sem hverfur út í kosmosið og ekkert breytist. Það var svo gaman að fá að koma hingað inn í þessa bæjarstjórn á Akureyri og sjá að það var ekki þannig. Þetta var ekki bara allar þessar konur, sérstaklega, að deila þessari reynslu, að minnsta kosti ekki hér á Akureyri. Það var ekki sagt æjan leiðilegt, voðalega er þetta eitthvað dapurlegt, voðalega getur fólk verið mikið fíbl. Vegna þess að það er ekki nóg. Við sem þá stjórnvald og þetta stjórnsýslustig berum nefnilega mikla ábyrgð. Og mér finnst að og ég tek undir orð bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar að auðvitað er þetta ekki síðan heldur nóg að hafa sett þetta fram. Samskipti, hagsmunaskráning, siðareglur eða sáttmálar eru ekki eitthvað sem við setjum fram og exum í boxum og þetta er svolítið afgreitt. Nú getum við farið að einbeita okkur að okkur öðru. Eins og kannski að því að hún vitnaði nú í Sigurð Kristinsson heimspeking og siðfræðing, eða það sem að hann hefur rætt svo mikið sem að mér finnst svo áhugavert að það er þetta ferli til dæmis að gera siðareglur, að gera samskiptasáttmála, að horfa í speil og segja hver ætla ég að vera í þessu umhverfi, hvernig viljum við gera þetta og tala þessa hluti ekki síst þegar að það er ekki endilega brennandi bál. Ég er ofboðslega stolt að því að sitja í bæjarstjórn og mun að sjálfsögðu samþykkja það sem að hér er lagt fram í dag, heilshugar. Ég er svo stolt af því að við getum sagt, við eigum að eiga þetta formsamt. Við eigum að setjast niður og ákveða hvernig það á að vera. Og tala nú ekki að því að bæjarfulltrúi Eva nefndi traust á stjórnmálum. Við sjáum bara rannsóknir sem sýna að traust á stjórnmálum fer dvínandi. Við sjáum hvernig stjórnmálaumræða og umræða stjórnmál víða heim er að breytast. Við sjáum hvernig samfélagsmiðlar og fjölmiðlar hafa áhrif á þetta umhverfi okkar og á lýðræðið í rauninni sjálft, svo ég verði líka bara pínlítið dramatísk. Og það er svo mikilvægt að við náum einhvern veginn utanum þetta hvernig við viljum gera þetta eins og fólk, hvernig við viljum gera þetta virðingu. En á sama tíma tekið undir það snýst ekki að sitja saman á meðvirkri halleluja samkomu þar sem við öll gefum bara hvort öðru 5. En að búa til þetta umhverfi. En síðan vil ég líka nefna þessi verkferlar sem eru að koma fram eru frábærir. Ég mun örugglega koma aftur til þess að ræða hvert og eitt en ég vildi allavega byrja á því að fagna þessu og þakka ykkur sem voru hérna líka í síðustu bæjarstjórn, bæði konum og körlum, fyrir að hafa brugðist við og haldið áfram með þetta verkefni og ég að minnsta kosti til mjög mikilvægt að við séum öll þáttakendur í því og tökum því alvarlega því að við erum ekki bara hérna fyrir hvort annað, heldur líka fyrir framtíða kynslóðir og vonandi fyrirmyndir í þessu samhengi. Það var bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir í loki máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara segja það er frábær tilviljun að við séum að taka þetta mál fyrir í dag, akkurat þegar að 3 daga alþjóðlega ráðstefna MeToo fer fram í Reykjavík og er 1. dagurinn í dag. Mér finnst þetta alveg, og í mínum huga er þetta bara merkilegu dagur. Ég var nefnilega líka hrædd að þetta yrði skammlíft, að þetta yrði bara einhver svona smá nöldur sem að myndi gleymast eftir ákveðið magna samúð. Og ég er svo ótrúlega ánægð með og ég vil bara þakka þessum starfshópi fyrir bara alveg sérstaklega gott og fyrir viðamikið og vandað starf. Af því að það hefði alveg verið hægt að gera þetta einhvern veginn svona hrista þetta fram úr erminni. En það var ekki þannig og ég vil sérstaklega þakka bæjarfulltrúa Evu Hrund sem ég held að hafi dregið hennar vagn. Og svo vil ég líka þakka bara öllum bæjarfulltrúum fyrir jákvæðnina og líka þeim sem að eiga kannski erfiðara með það en aðrir að skilja hvers vegna þetta er svona mikilvægt og það er alveg eðlilegt. Það er alveg eðlilegt að sumt fólk hafi reynslu sem að gerði kleift að skilja þetta betur, það er sem mikilvægi svona vinnu. Þannig að en þessi jákvæðni og þessi samstaða þetta
svo ótrúlega mikilvægt og mikilvægt framlag líka þeirra sem hafa kannski ekki endilega fundið á eiginskinni af hverju þetta mikilvægt. Og varðandi þetta sem lagt fram undir þessum lið, ég á alveg örugglega eftir að koma upp aftur að ræða hina hlutana, en mér finnst bara gott að ræða þetta svona aðskilið og það eru þessi verkferlar og mér finnst bara, það getur bara aldrei verið annað en gott að hafa verkferla. Af því að við vitum það öll að hlutir gerast og af hverju ættum við þá ekki að vera tilbúin fyrir það hvernig við ætlum að takast á við það og þetta er bara sjálfsagt og ég vona svo sannarlega einmitt að þrátt fyrir að Samband íslenskra sveitarfélaga kannski ekki verið tilbúið til þess að huga þessum málum þegar við vorum tilbúin til þess að þá allavega komin vinna á hugmyndir sem að öll sveitarfélag geta stuðst við og ég vona svo sannarlega að þau gera það. Og svo vil ég líka einmitt taka bara undir mikilvægi þess að og ég held að við sem hópur og ég held að sé ágætt að við, þessi bæjarstjórn fór í gegnum þetta á sínum fyrsta vetri og það var gott að hafa búið að rúlla boltanum af stað af fyrir bæjarstjórn en við þetta held ég græðum rosa mikið á því að hafa farið í gegnum þessa vinnu og það er eitthvað sem að við þurfum líka held ég að huga að þegar að kemur ný bæjarstjórn að einhvern veginn að þetta verði ekki bara svona sett á borðið hjá neinum og auðvitað mikilvægi nýlega fræðslunar en einmitt þetta að gangi gegnum það að móta þetta og við þurfum kannski er það ekki okkar vandamál en ég meni við getum gert það að okkar áhugamáli allavega að hugsa fyrir því hvernig við viljum hjálpa næstu bæjarstjórn að tileinka sér þetta en bara takk kærlega fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir loki máli sínu og ætla að biðja varaforsta að taka við stjórnin og gefa mér orði. Já, bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti ágætt bæjarfulltrúar, ég kem nú bara upp aðeins ekki til þess að bæta neinu sérstöku við, heldur bara taka undir með öðrum bæjarfulltrúum sem hafa komið á undan og ég langar bara núna því að við höfum eftir að taka hvern öll lið fyrir sig, koma sérstaklega og þakka þessari nefnd og bæjarfulltrúi Evu Hrund fyrir óbáslega faglega unnið plagg fyrir okkur hinn og farið í gegnum með þetta skref fyrir skref í gegnum vinnuna og ég held að þessi einmitt umræðan og að við höfum og MeToo-byltingin hún var náttúrulega til þess að það fólk fór að hugsa og sagði svona hvar á ég að setja mörkin, hvar setja og það er búið að setja einhvern veginn í samfélaginu ný mörk í samskiptum og hvernig við viljum koma fram við hvort annað og þannig búið að setja þetta svolítið á blað og við getum haft þetta svona að leiðarljósi. Og svo kom ég nú bara rétt til þess að segja sem forseti að ég setja þetta bara á dagskrá á næsta ári eða sjálfsögðu. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi henni aftur stjórn fundarins. Já, takk fyrir það. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Mér langar bara líkt og aðri bæjarfulltrúar sem hafa komið hérna upp, þakka hópnum fyrir þessa frábæru vinnu og þá sér í lagi bæjarfulltrúi Evu Hrund sem að einmitt hefur komið hérna margoft fram að hún hafi dregið vagnir þessar vinnu og ég held að það sé alveg hárrétt. Hún nú bara þannig og garði gerði, ég held að sé allt sem hún tekur að sig gerur hún vel. Þannig að bara hamingju með þessa vinnu, hópur, þið stóðu ykkur bara virkilega vel. Varðandi nauðsyn þess að fara í þessa vinnu, ég held að sé alveg hárrétt að það er mikilvægt og það er mikilvægt að hafa þessi skjöl til hliðsjónar og þessa verkferla sér í lagi ef að atvik komi upp. Við erum nú svo heppin hér í þessari bæjarstjórn að samskiptin hafa verið mjög góð, við erum samheldin og þetta er flottur hópur en þetta er ekki síður leiðbeinandi skjöl líka fyrir þá sem á eftir okkur munu koma. En mér langar bara að segja, enn og eftir bara þakka kærlega fyrir, ég held að við mörg hver og sérstaklega við konar upplifðum kraftinn sem að fór á stað í kjölfar þessar byltingar. Ég var nú ein af þeim sem var þess heiðurs aðnjótandi að fá að sitja á sviðinu í samkomuhúsinu og lesa upp sögu kvenna og þar komum fram sögur sem að maður hreinlega bara trúði ekki að gætu átt sér stað í raunveruleikanum. Það fekk virkilega á mann en kraftur sem var þarna var svo gríðarlegur og maður trúði því að þetta myndi skila einhverjum árangri. Það búið að skila sér hér inn í bæjarstjórn og ég vona að komi víðar og ég vissi það að fleiri sveitarfélög munu líta á þessa vinnu og nýta sér hana og vonandi setja sér slíka reglur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég eins og aðrir bæjarfulltrúar fagna þessari vinnu og það er mikilvægt að halda þessu á lofti fyrir sitjandi sveitarstjórnarmenn sem á komandi sveitarstjórnarmenn í nánustu framtíð. Það er ofboðslega mikilvægt að þeir sem verða fyrir ofbeldi fái áheyrn og sé brugðist við því með einhverjum hætti og það er gott að vita til þess inn í þessari vinnu er það nefnt að fagaðilar verði kallaði til, gerist þess þörf. Verkferlarnir eru skýrir og til þess fallnir að ef svona mál komu upp þá er hægt að koma málum fljótt og vel í ferli og ég bara minni á að það er ljóst að þó að manni finnist að fjarlægur raunveruleiki að þá getum við öll beitt ofbeldi og það hefur komið ljós eins og Eva gerði grein fyrir, bæjarfulltrúi Eva gerði grein fyrir að konurnar sem á undan okkur komu vitnuð Þannig við verðum að vera meðvituð þetta, við getum aldrei verið dómarar í eigin sök því það eru þeir sem verða fyrir ofbeldinu sem setja viðmiðið. Þannig að ég fagna þessum reglum og mun styðja þetta allt heilsugar sem eftir kemur hér líka. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson, lokið máli sinni og orðið er laust. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs, þá segjum við þessari umræðu þennan lið lokið.